Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum að venju að fjalla ýmislegt í þættinum í dag. Leiklist og konudaginn og söngkeppnina Tónkvísl á Laugum sem verður í beinni útsendingu hérna á N4 laugardagskvöldið. En við kannski byrjum á því að fræðast aðeins fyrirtækið Þulu sem tilnefnt hefur verið til The European Business Awards, eða hvað ég að segja, evrósku viðskiptaverðlaunanna, og okkur fannst þetta svolítið spennandi og vildum aðeins fræðast nánar þetta og vertu velkomin. Takk. Kannski svona til að byrja með, fyrir þá sem ekki þekkja Þulu, hvaða fyrirtæki þetta? Já, Þula félag sem hefur verið starfandi hérna á Akureyri núna í 5 ár. Við framleiðum hugbúnað, þannig að við erum hugbúnaðarfyrirtæki. Við sérhæfum okkur í hugbúnaðargerð fyrir heilbrigðisstofnanir og sérstaklega í lausnum sem snúa að lyfjum og lyfjaöryggi. Við erum bara staðsettir hérna í næsta húsi við ykkur í Gleragötunni og erum þar með svona 15-16 sérfræðinga í vinnu allan daginn, alla daga. Og þið eru tilnefnd þarna til The European Business Award. Segðu mér aðeins frá því hvernig það kom til? Já, þetta nú kannski löng saga. Eins og þú sagði, það er kannski ekki allir sem þekkja félagið Þulu og það er náttúrulega okkar sök. Við höfum ekkert verið sérstaklega duglegir við að kynna okkur hérna í fortíðinni. Einfaldlega vegna þess að við höfum bara töluvert mikið að gera í þeim verkefnum sem við vorum í og svona ætlum bara að klára okkur á því áður en við færum að blása í einhverju lúðra. Hins vegar þá fyrir nokkru síðan eða rúmlega ári síðan rötum við inn undir radarinn hjá Deloitte sem er náttúrulega eitt virtasta ráðgjafar- og endurskoðunarfyrirtæki í heiminum. Og þeir eru mjög skemmtilegt prógram þar sem þeir finna 50 hraðvöxnustu fyrirtæki eða tæknifyrirtæki á hverju markaði. Vorum við svona keppni á Íslandi fyrsta skipti og við enduðum þar í fyrsta sæti. Og í kjölfarið á því fórum við í Evrópukeppnina eins og maður segir og enduðum þar í 20. sæti. Og þetta kom okkur allt saman rosalega óvart af því að við höfum ekkert verið að spá í þetta beinlínis en það sem gerist átómatist í svona ferli er að þetta vekur athygli á fyrirtækinu þannig að svona í kjölfarið á því var farið að spyrjast heilmikið fyrir okkur, kannski aðalega erlendis frá. Og það er líklega það sem hefur kveikt á perunni hjá þessu fyrirtæki, European Business Awards eða þessari stofnun. Og þannig að þeir leitust eftir því að við tækjum þátt í þessu og sem við gerðum náttúrulega. Þetta hlýtur að vera dálítill heiður og svo auðvitað náttúrulega bara viðskiptatækifæri, sérstaklega kannski erlendis. Þula, hvernig horfið á erlendamarkaði varðandi framtíðarsölu á hugbúnaði þá frá ykkur? Já, ég hugsa að þetta komi á mjög góðum tíma vegna þess að við hófum okkar starfsemi í kringum útboðsverkefni í Noregi. Eins og við höfum sagt frá áður og frábær verkefni sem ganga mjög vel og okkar strategía eða svona plan er að byggja á þeirri verkefni og byggja á þeim grunni, færa þessar lausnir sem við höfum þróað í samvinnu við Norðmenn, innleiða þær á Íslandi, læra á því að staðfæra og koma okkur fyrir á nýja markað og nota þá reynslu síðan sem stökkpall út á aðra stærri markaði. Þannig að upphaflega var þetta Noregur, núna erum við að fókusera á heimamarkað og við erum að stíga fyrstu skrefi núna í að koma okkur í viðskipti á Bretlandseyjum. Þegar við tölum hugbúnað fyrir lyfjafyrirtæki þá er þetta kannski svolítið ósýnilegt fyrirbæri. Af hverju skiptir það einhverju máli það sem þið eru að gera? Hvað viðbútt hafið þið á markaðinni í þessum? Þetta er ekki beinlínis fyrir lyfjafyrirtæki, þetta er fyrst og fremst fyrir heilbrigðisstofnanir og þá fyrir sjúkrahús og sjúkrahúsapótek. Og það má kannski segja að við gerum nokkrar hluti. Númer 1 að þá gerum við þessum stofnunum kleift að besta eða gera lyfjaumsýslu eins einfalda og skilvirka eins og hægt er. Það er verið að sýsla með dýra á viðkomnum vöru og í sjálfu sér hættulega vöru. Og þarna snúum við öllum steinum til þess að spara peninga og auka öryggi sjúklinga. Síðan þróum við lyfjafyrirmælakerfi sem aðstoðar lækna og við að gera fyrirmæli. Hjálpum við klíníska ákvarðanatöku, hjálpum við að passa upp á að það sé ekki
milliverkanir að ræða, aukaverkanir eða óstóra skammta eða slíkt. Þannig að það er þetta sem við erum að fást við. Já, en þetta er kannski svona ósýnilegt en gæti bæði að spara peninga og ég náttúrulega bara skipt máli. Já, þetta dregur úr kostnaði heilbrigðiskerfisins og í heild og þetta eykur öryggi, þetta kemur í veg fyrir óhöpp. En á því við erum að tala þessi evrópsku viðskiptaverðlaun, hvernig virkar þessi keppni? Hvernig vinnur maður í svona? Já, ég sem þurfi bara að vera bestur. Já. Nei, þetta er prósess sem er þannig að eins og segja, það er fjöldi fyrirtæki sem í rauninni ýmist beðin að taka þátt í þessu eða sem ber sig upp við þessu stofnun. Og það eru fáir útveldir sem komast þarna áfram í gegnum ákveðna síu. Og en síðan eru tilnefndir svona, landssigurvegarar og við erum þar í hópi í flokki þeirra sem eru sem sagt í nýsköpun og þegar þú kemst í gegnum þau nálaraugu að þá ferði yfir á annað stig þar sem að þú þarft að kynna fyrirtæki betur og liður í því var að búa til kynningarmyndband og þegar við stóðum fram fyrir því náttúrulega þá var stutt að fara og við töluðum við ykkur og fórum í samstarf með ykkur og reyndar svona framleiðslu fyrirtæki í Noregi líka og við fengum að mynda svona umhverfið út í Noregi á sjúkrahúsi þar sem við erum að vinna fyrir og síðan í rauninni höfðu þið vega og vanda að því að koma þessu saman og framleiða myndbandið sem hefur bara komið rosalega vel út og það var gert í mikil tímaþröng en eins og alltaf að þá kláraðist þetta bara mjög farsælega og við fengið alveg frábæri viðbrögð á myndbandið. Nú síðan núna er sem sagt opin sem sagt kosning það sem að hver og einn getur eða hvert fyrirtæki þarf í rauninni bara að prómótera sitt myndband eða kynna sitt myndband og koma því á framfæri. Þannig að þetta er góður vettvangur þess. Já, þannig að getur þá hver sem kosið. Já, þannig að við myndum þá vilja hvetja alla til þess að fara inn á það er líklega auðveldast að fara bara inn á heimasíðuna okkar sem er www.tula.is thula.is og þar er svæði sem hægt að smella á til þess að fara beint inn á European Business Awards vefsíðuna og kjósa. Þannig að við hvetjum alla til þess að kjósa Þulu og það hjálpar okkur þá í að komast í áfram og næsta skref er þá í rauninni frekari kynningar sem við þurfum að standa skil á erlendis og við þurfum að fara fyrir heilmikla dómnefnd sem er skipuð mjög stórum nöfnum sem að koma bæði úr atvinnulífinu og fyrrverandi forsætisráðherrar ríkja og svo framvegis. Þannig að þetta bæði skerpir okkur, lyftir kafbátnum upp, við höfum verið svolítið neðan sjávar sko. Þannig að við höfum mjög gott að því að fara að huga betur að markaðsmálum og svo líka bara vekur þetta athygli á fyrirtækinu og hefur þegar gert það. Þetta er glæsilegt. Ég þakka kærlega fyrir spjallu og ég held að við ættum að enda á því að sjá örlítið brot úr þessu myndbandi og auðvitað hvetjum við til þess að halda með okkur Íslendingum í öllum evrópskum keppnum, hvort sem það er í söng eða nýsköpun og þið kíkið inn á heimasíðuna þula.is og þakka þér aftur fyrir spjallu og við höldum áfram eftir augnablik. Takk fyrir. At Thula, we have a vision of building innovative solutions that help our customers cut costs while also providing outstanding healthcare. Healthcare expenditure is an incredible cost, with medication accounting for a large portion of it, second only to salaries. Our Alpha product controls spiraling medication costs by reducing waste caused by expiration and inefficient stock management. We do this by automating time-consuming routine tasks. We've introduced smart solutions that increase efficiency, patient safety, and security. Our product concepts originated with the users. We've collaborated with relevant professionals in designing our systems and based the technology on their needs.
We've seen that there's a global need for improvements in medication logistics, which Alpha can solve. Our well-balanced growth and international experience has put Thula in a good position for expansion into new markets. Please vote for us to help promote our cost and life-saving solutions to people in new markets. Your vote for Thula is vital for supporting our vision.